Hannesar saga Grásteins, 20. bók, Dánartilkynning, eftir Guðrúnu Kristínu Magnúsdóttur. Hannesar saga Grásteins, 20. bók, Dánartilkynning. Þið munið að þessi saga sönn viðburðaríka kattaræfi. Útgefandi Freyjukettir Norræn menning. 20. og síðasta bók, Dánartilkynning. Það var ekið yfir gulan kött á bústaðaveginum. 2 krakkar voru svo hugulsamir að ætla að láta okkur vita. Helga við hliðina á sagði þeim að Hannes væri í sveitinu með okkur. Gulur köttur dó. Fía saknar Hannesar ekkert. Sjá bók 12. Helga hringir í okkur. Hannes hér í sveitinu með okkur. Þetta hefur verið einhver annar köttur, en þakkaðu krökkunum fyrir að ætla að láta okkur vita. Jú, Hannes hér. Hannes veiðir mýs, eins og þið sjáuð á myndinni ef vel að gáð. Þegar Hannes pakksattur af fiski, nennir hann ekki að standa í þessum veiðum. Hann liggur í leti. Hann sefur þá oft úti á milli þúfna í sólskininu. Friðurinn meiri úti en inni. Hann nennir varla að hlusta á fuglasöngin sem þó veitir honum oft mikla ánægju, að vísu á annan hátt en okkur. Það ýmsum vandkvæðum bundið að vera konungur dýrana innanhús. Þessi endalausu ærsl í surti hreinasta pláa. Hann ætlar greinilega ekki að þroskast. Þessi sóðalegu hundhvolpar 2 vilja helst ekki virða lágmarks umgengnireglur. Bíða meðan Hannes etur. Hannes vill éta fyrstur. Hannes þarf syngt og heilagt að halda hundunum í skefjum. Hann orðinn hundleiður á þessu. Brúni hvolpurinn æðir á Hannes sjálfan og bókstaflega glefsar hálfan bita af hvalkjöti frá honum. Hvolpur rífur bita. Hannes bregst ókvæða við og slær hvolpinn lyftusnöggt á trínið og sparar ekki klærnar. Og hvað haldiði að hvolpurinn leyfi sér að gera? Hann geltir, bara geltir á sjálfan Hannes Grástein. Eftir þetta ríkir gagnkvæm fyrirlitning milli Hannesar og hundana. Surtur nennir ekkit að bíða eftir þessu karpi matarleifar. Hann finnur gat á kjallarunum, treður sér þar út. Surtur fer út gat. Stekkur svo sem fætur toga eitthvað út í buskan. Kristínu finnst nú vissara að leita hans strax. Hann ekki líklegur til að skila sér aftur af sjálfsdáðum. Þegar hann finnst, hann að ljúka við að éta hrossagauk. Að éta fugl. Ekkert eftir nema bein, fjaðrir og ristillinn. Þegar Surtur verður var við Kristínu, ætlar hann að stökkva burt og fá sér meira af slíku góðgæti. Hrossagaukar sofa milli þúfna í sólinni, auðveld bráð. Eftir mikið bras og kapplaup tekst Kristínu að ná Surti. Hún lokar Surt inni. Hann langar í meira fuglakjöt. Hann reynir svo að komast aftur út gatið sem hann fann, en því hefur verið lokað. Þá tekur hann til við veggfóðrið. Það það eina sem hann á eftir að eyðileggja. Undir veggfóðrinu trétex. Það fer sömu leið. Hann brýnir klærnar á spýtunum sem undir því eru. Að rífa og tæta. Þegar Surtur fær leiða á þessu, kemur hann auga á flugu við ljósakrónuna.
Stysta leiðin þangað upp á stól, skáp, hillu og með tilhlaupi siktað á ljósakrónuna. Þetta hefur að sjálfsögðu hinar óskaplegustu afleiðingar að veiða flugu. Kristín fær surt ekki til að sofna hjá sér á kvöldin. Hann sefur á daginn, klórar og æslast á nóttunni. Við prófum að loka niður í kjallara á nóttunni, en ámátlegt mjálmið hans heldur vöku fyrir okkur. Skröðningar og brothljóð þegar dót hrynur úr hillum, krafshljóðið þegar veggfóðri lætur í minni pokan fyrir klónum, rispur á handleggjum og fótleggjum þegar surtur í vígahug og gerir árás úr launsátri á sofandi börn, skammirnar sem Kristín fær fyrir að hafa enga stjórn á kettinum daglegt brauð. Allir eru orðnir úrillir. Það hvorki hægt að loka dýrið inni né hleypa því út. Við tökum ákvörðun í samráði við Kristínu. Æ, surtur minn, við verðum að horfast í augu við að svona getur þetta ekki gengið lengur. Surtur kominn á annað ár. Hann virðist ekki ætla að þroskast til að verða húsum hæfur. Börnin í sveitinni vita ofur vel að oft þarf að skjóta dýr, en það svo lítið erfitt að þurfa að sætta sig við það. Ég get ekki haft surt. Í hvarfi far á bænum byssan hlaðin einu skoti, surti var lóað. Við létum súta skinnið af surti. Það hið fallegasta þing. Hannes gengur styggðarlega húsið. Tortryggnin skín úr svipans. Enginn má strjúkonum. Getur verið að hann finni á sér hvert óþrifaverk hefur verið unnið? Getur verið að kötturinn sé svo næmur að hann gruni hvað við höfum gert? Treystir hann okkur ekki lengur? Úr því að við svikum surt, gætum við eins svikið hann? Veit Hannes? Þegar frálíður jafnar Hannes sig. Hann hefur lent í mörgum ævintýrum á sinni löngu ævi. Nú hann orðinn gamall. Stöku sinnum kemur fyrir að hann veiði sér fugl eða mús til að éta. Það þá aðeins ef gleymst hefur að gefa honum bita. Hannes stundar nú aðalega harðfiskveiðar uppi í skáp. Harðfiskur hefur þann kost að fljúga aðeins ofan á gólf, en ekki lengra. Að veiða harðfisk. Hannes á svo sannarlega skilið að fá að sofa í besta stólnum og hlýjasta bólinu. Betri, gáfaðri og blíðari kött vart að finna. Hannes náði 17 ára aldri, en nú hann allur. Blessu sé minningans. Hannesa saga Grásteins, sögulok. Hannesa saga Grásteins 20 bækur eftir Guðrúnu Kristínu. Fyrsta bók, Branda skottlausa amma Hannesa Grásteins. Önnur bók, Branda Bröndudóttir og synir hennar Hafri og Elri Gúli. Þriðja bók, Hafri fer sér að voða, Elra Gúla leiðist. Fjórða bók, Hannes Grásteinn og Surtabrandur. Fimmta bók, Kettlingur stólið. Sjötta bók, það eina sem kátara en kátur kettlingur kátir kettlingar. Sjöunda bók, Hannes Grásteinn hverfur að heiman. Áttunda bók, Hannes Grásteinn villuköttur á skrifstofu í Vesturbænum. Níunda bók, Surtarbrandur fer sér að voða. Tíunda bók, Hannes veiðikló. 11. bók, Hefur kötturinn 9 líf? 12. bók, Hannes flytur í nýtt hverfi. 13. bók, Fleiri viðburðir, Börn kvekkja Hannes, Hannes kvekkir stara. 14. bók, Milli. 15. bók, Snjótellingaveiðar. 16. bók, Nýji kettlingurinn.
17. bók, Vor í lofti. 18. bók, Hannes fyrir sveit. 19. bók, Hvolparnir. 20. bók, Dánartilkynning. Þið munið að Hannesasaga sanna viðburði á kattarævi. Útgefandi Freyjuketti Norræn menning. Hannesarsaga Grásteins, 20 skemmtilega bækur, yndisleg, sönn, viðburðarík saga.